Nú ætlum við aðeins að skoða hvað gerist þegar við erum með meira eða minna heldur en 100%. Reiðhjól kostaði 48.000 en hækkaði í 60.000. Hve mikil er hækkunin í prósentum? Hérna eru fleiri en ein leið til þess að leysa þetta. Grunnleiðin, getum við sagt, er að finna út að verðið hækkar 12.000 krónur. Þegar við gerum 60.000 mínus 48.000, þá fáum við út 12.000 krónur. Síðan gerum við þá prósenta, hluti deilt með heild, til þess að finna út hver hækkurinn er í prósentum. 12.000 deilt með gamla verðinu sem er 48.000. Og út úr þessu fáum við 0,25. Svo gerum við sinnum 100 til þess að breyta tugabrótinu í prósent. 25% hækkun. Þetta er stuttaleiðin, eða svona ekki stuttaleiðin, þetta er svona grunnleiðin. Stuttaleiðin er að gera nýja verðið deilt með gamla mínus 1. Ég ætla aðeins að útskýra af hverju það er mínus 1 hérna. Þá myndi ég gera nýja verðið 60 deilt með 48.000 og þá fæ ég 1,25. En þessi eini er gamla verðið. Þannig að ef að verðið er óbreytt, sem þetta væri bara 48 og 48, þá fengi ég 1. Það er 100%. Því að það er gamla verðið. Viðbótin er það sem kemur ofan á 100%. Því að þetta, ef ég breyti þessu í prósentu, þá fæ ég 125%. Og nýja verðið er vissulega 125% af gamla verðinu. Því að gamla verðið var 100% svo búið að bætast 25% við. Þannig að ég gerir mínus 1, þá fæ ég 0,25, þá ger ég sinnum 100 og fæ 25%. Þessi leið er í raun fljótlegri. Það eru færri aðgerðir sem ég þarf að gera. Og ég er svo, þegar þið lærið á þetta, þá hættið að þurfa að gera þessa aðgerð. Þið bara sjáu strax, já, þetta er 25% hækkun. Hækkun úr 120.000 í 300. Þá ætla ég að nota aftur þessa aðferð. Nýja deilt með gamla. Það átti að vera svona. Og þá fæ ég svo mikið sem 2,5. Síðan ger ég mínus 1. Þá fæ ég 1,5. Það sinnum 100 til þess að fá prósentuna. Þetta er 150% hækkun. Ég get nefnilega alveg fengið mörg 100% hækkun. 100% hækkun er ef að gamla verðið hækkar það sama og það var. Þannig að það tvöfaldast. Það er ekki 200% hækkun heldur 100% hækkun. Af því að þið verða að muna, ég verð alltaf að draga gamla verðið frá því það er ekki hækkun. Þessi eini hérna stendur fyrir gamla verðið eins og ég var að útskýra áðan. Tölva kostar 125.000 og hækkar í 173.750. Hvað hækkaði verðið mörg prósent? Aftur, ég get fundið mismunin í krónum, tekið mismunin og deilt með gamla verðinu. En það er lengri leið, ég ætla að fara hérna. Það er að segja, nýja deilt með gamla, 173.750 deilt með 125.000, þá fyrir 1,39, mínus 1, gefur mér 0,39 sem er 39% hækkun. Árið seinna hækkar verðið 9%. Hvað kostar tölvan þá? Þá skulum við halda áfram. Þá tökum við í raun 173.750 og bætum 9% ofan á 100%. Þá gerum við sinnum 1,09 sem eru þá 109%. Gamla verðið sem er nú orðið þetta hér, því að nú erum við komin árið setna, þá er þetta gamla verðið, bætum 9% ofan á 100% og þá fæ ég svari beint sem gefur mér 180.000
9.388 ef ég námið það. Ég hefði geta fundið 9% af þessu með því að gera 0,09 sinnum þetta og bætti svo við 173.750, en þetta er fljótlegra. Þetta er kallað breytiþáttur, að bæta prósentunum beint inn í. Skiptir engu máli, ef þetta er hækkun þá bæti ég þið við 100%, ef þetta er lækkun eins og hér þá fer ég niður. Og þá tek ég 189.388 sinnum 0,9. Vegna þess að þegar hún er seld á afslætti þá er það 10% minna en 100%. Það eru 90% og þegar ég breyti því í taugabrot þá er það 0,9. Út úr þessu fæ ég 170.449. Það er eitt sem ég ætla aðeins að staldra við hérna. Sjáðu þið, verðið var 173.000, hækkar 9%. Svo lækkar það 10%, ætti það ekki að fara á sama stað? Nei, það lendir töluvert neðar. Þetta er vísu 9 og 10%, það er ekki samátala en það er mjög nálagt. En þetta er 9% af frekar lágri tölu, þetta er 10% af miklu hærri tölu. Þess vegna lækkar það meira heldur en það hækkað áður, af því að þetta er af stærri tölu. Síðan er það alltaf spurning þegar við erum með svona dæmi, að það er ef að eitthvað er 200% hærra eða er 200% af einhverju. Ef að, við skulum gefa okkur einhver sé með 1000 krónur í laun á tíma og næsti maður, þetta er sem sagt bara einhver, og einn er með 200% hærra en þessi. Þá þarf ég að finna 200% af þessu og það er 2000 krónur, en hann er með 200% hærra, þannig að hann er með 2000 krónum hærri laun. Þannig að þessi er með 3000. En þessi er með bara 200% af þessu, það er tvisvar sinnum þetta, hann er með 2000. Við þurfum að passa, erum við að bæta þessu við, eins og hérna, bæta þessu við 1000 krónurnar eða er þetta bara 200% af einhverju? Þið sjáu, þetta lítur út fyrir að verða sama, en það er það ekki.